Við erum stödd hérna á Egru með Matta, smíðakara. Við ætlum að tala núna tjörnina sem hérna. Já, og sjá, síðan. Þetta eru margir fiskar. Hvað er svona tegundirnar af fiskunum við þetta? Þetta eru gullfiskar, venjulegir gullfiskar. Svo eru kojjar hérna líka. Svolítið af kojjum. Þannig að gullfiskar og koi. Hvernig er þetta japanski koi? Þetta er nú Evrópu koi. Litirnir á þessum fiskum. Þetta er... Hvernig litir? Gullfiskarnir eru nú aðalega svona appelsínugulir. Það eru samt til gulir og hvítir, það er svolítið af hvítum. En oftast eru þeir nú svona appelsínugulir. Kojinn getur verið, hann er líka mikið appelsínugulur og svartur, gulur. Stærðin á þessum fiskum. Hvað heldur myndi að vera svona? Gullfiskarnir þeir geta orðið svona 30 cm. 30 cm. En kojinn getur orðið alltaf 1 metr á lengd. Hann getur orðið svolítið stór. Hann getur svona stór. Og verður gamall, hann talaði að hann getur orðið alveg 100 ára. 100 ára gamall. Og hvað heldur að gullfiskurinn verði gamall? Það er eitthvað svona 20 til 30 ára. 20 til 30 ára. Hvað gefur þeim? Ég gef þeim svolítið að tilbúnu svona gullfiskafóðri. Síðan éta þeir svona ýmis skordýr sem eru hérna svona, flugur og svo éta þeir þörung mikið. Og fá þeir Sirius líka, þeim þykir það ágætt. Já, ok. Dýralífið í tjörninni, þetta eru bara fiskarnir og líka svona skordýr. Er eitthvað svona annað eins og bakteríur, eða bakteríur fylgt að þessu? Já, það er náttúrulega það sem lifir í svona tjörnum. Já. Það eru svona ýmislegt sem maður sér ekki. Já. Fylgt að einhverju tjörn. Er þetta svona náttúrulegt eða bjóst þetta svona til? Það var skurður hérna niður úr. Þannig? Og svo gróf ég hérna svona svolítið tjörn til að sjá þá betur svona. Þannig að þetta er svolítið lágt. Þetta sé ekki einhverjir 40 metrar sem þeir hafa hérna. 40 metrar? Já, það getur slóðið frá hérna ofan og niður úr. Jáhá. Hitinn á tjörninni, hvað heldur það að sé, hvað er þetta? Sko hitastigi fyrir gullfiskana og kojinn er svona 15-20 gráður sko. Ég hef nú ekki mælt hann en ég held að hún sé óðalega nálægt í yfirleitt sko. Þeir færa sig þá svolítið eftir hitanum sko. Mesti hitinn er hérna ofanverðu þar sem afrennslið og gróðurhúsin rennur í tjörnina. Já. Þá er hún köldust hérna neðst. Það geta þá svolítið stjórnaði sjálfur hvað er. En svona 15-20 stig, það er svona best fyrir þá. Tjörn. Svona, hvar eru við það núna? Sko, þetta er gróðurhúsið, pökkunarhúsið. Íbúðarhúsið er hérna bara rétt hinn megin við trén. Þetta er frekar stutt frá íbúðarhúsinu.